Heil og sæl, fallega fólk nær og fjær. Það komið föstudagskvöld og föstudagsþátturinn svífur af stað. Ég kom með fallegt fjölmiðlafólk hérna í sófann til mín til þess að spjalla heim og geima og náttúrulega aðalega fréttirnar. Þetta eru þau Ágúst Ólafsson og Margrét Þóra Þórsdóttir. Verið þið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Jæja, það er ýmislegt sem gengur á. Já. Það Heldur betur. Skelfur jörð fyrir sunnan og svo er hann fann að skjálfa hérna fyrir norðan. Já. Funduð þið fyrir einhverju? Ekki ég. Ekki neitt, Ég er rosalega, já, ég er rosa stabil, ég finn aldrei neitt. Jú, ég fann á Siglufirði 2020, þá var ég stödd þar á bryggju og... Já, akkurat. Það er eiginlega það eina sem ég hef fundið. Já, ég á langur ævi. Man vel eftir þeirri skjálftahrinu. Ég var heima á Möðruvöllum og það var svona eins og einhverjið slegið í myndavélina. Það skalf allt. Sammála því, ég fann stóra skjálfta þá en ég fann ekkert núna. Það voru þarna einhverjir 2-3 dálítið stóri skjálftar sem fundust á Dalvík og Siglufirði og ég heyrði nú að þeir fundist hér austur eftir Bakkafjörð jafnvel og eitthvað svona. Já, Húsavík sá ég. Ég talaði við skólastjórinn á Dalvík einmitt þarna daginn eftir, það kom einn nóttina sko, ég veit Dalvíkinga allavega sem að vöknuðu nóttina. Já, einmitt. Svo kom jarðskjálfti þarna eitthvað 9:30, aðeins sterkari og hann sagði að það hefði verið dálítið svona, kannski ekki panik hjá börnunum í skólanum en hann sagði að þau þurftu að spurja mjög mikið og voru í svolítið stressi greiðin eftir að þetta, en það er mjög óþægilegt að finna jarðskjálfta. Já, virkilega. Má búast við þessu áfram heldur þú? Já, nú veit maður ekki, eins og voru að tala um þarna 2020, þá náttúrulega var margra mánaða hrina þá og hver veit, jarðfræðingarnir þeir segja sko, það getur verið skjálftar, það er ekkert víst að verið skjálftar. Já, þannig að þetta er öruggt. Já, þetta er svona svolítið loðið. Það er þessi endalausu brotabeltið þarna, Tjörnes, Húsavíkur, Grímseyjar, misgengi öll sem að þetta er allt svona nuddað saman og færast til. Já. Mér finnst einhvern veginn... Þetta er óþægilegt, rosalega óþægilegt. Já. Og þetta í blandu allt annað sem er í gangi, það finnst mér nú bara við mega alveg fá frí frá þessu. Já. En það er þó allavega ekki að rísa land hér eins og á Reykjanesinu sem getur ekki verið notaleg tilhugsun að hugsa að landið fyrir utan hérna sé farið að rísa svona. Nei, það lítur að vera virkilega óþægilegt. Nánast bara í garðinu hérna sko. Það er vísu mikið landris hér inn við Öskju en hún náttúrulega er dálítið langt frá okkur en samt það hefur risið gríðarlega mikið þar í allan vetur og núna fram á vor sko, sumar. En við búum á Íslandi, þetta er virkt eldfjallaland, þannig að þetta er partur af programminu. Spennandi tímar fyrir alls konar nýliða í sveitarstjórnarmálum. Það eru komnir hinir og þessir alveg, eins og þeir segja, vinir mínir glæbrandaðir meirihlutar hér og þar. Og svo búið að ráða sveitarstjórana í öllum nágranna sveitarfélögunum nema í Svalbarðsströnd. Ekki alls staðar, er það? Nei, nágranna byggðirnar. Það er Finnurverður í Eyjafjarðarsveit og Snorri í Hörgár og Þröstur á Grenivík. Svona ef ég tala og Ásthildur, já ekki gleyma henni. Þetta er einmitt svolítið sérstakt. Við vorum einmitt í vikunni aðeins að grúska þessu og það eru, ég veit ekki hvað þetta eru margir sveitarstjórar, ef við tökum bara Norðurlandið, bara strandlengjuna, þetta er einhverjir 15 sveitarstjórar eitthvað svoleiðis sko, 10-15. Og það er einmitt sko, það á eftir að ráða ansi víða sko. Því að þeir hættu ansi margir sko. Já. Og svo sé ég að margir af þeim sem að hætta er að sækja stöðu hjá SSNE. Já, vilja verða framkvæmdastjórar þar. Já. Það er svolítið margir sem eru... Það er líka athyglisvert að núna ef við tölum Norðurland, það verðist hvergi verða pólitískt ráðið eða pólitískur sveitarstjórar í Bæjarstýri. Þeir voru einhverju 2-3 og 7 kjörtímabili. Hún var allstaðar að auglýsa og ráða bara. Það er ekki bara verða liðin tíð eða? Bara faglega. Veit það ekki. Það voru þarna sko, það voru pólitíski sveitarstjórar í Dalvíkurbyggð og Norðurþingi og þetta bara fer eftir þá hvernig kosningarnar fara, hvort þú heldur þínu meirihluta ekki og þannig að þetta er áhættustarf. Þetta er áhættustarf. Já, heldur betur. En já, þetta er allavega margir sem halda áfram stöðunni núna, hérna fyrir norðan. Gömlu kunningjarnir okkar. Já, hérna í nágrenninu. Þetta er bara eins og annar stað. Það þarf bæði að breyta til og svo er gott að haldið í kunnáttu sem fyrir er. Og það er núna sko, af því að við vinnum bæði í fjölmiðlum
að þetta svolítið vont sko að nú maður tekur svolítið tíma að kynnast öllu þessu nýja fólki og finna gemsana þeirra og kynnast þeim og ná saman pínu trúna og tröstu sko. Þannig að þið eru að fulla uppfæra símaskrána hjá okkur. Nei, það gott að hafa það áfram sko. Já, það mitt. Það það bara, já, það gerir það sko. Það virkilega Þannig að sko endurnýjunin í sko bæjarstjórnunum sjálfum eða setjórnum var mjög mikil og það eru nýjir oddvitar í lang flestum sveitarfélögum á Norðurlandi en svo eru gömlu jaxlarnir sumstaðar áfram sko. Ég sá áhugaverða COVID-tengt fréttir hendar en sko niðurstöðu úr því hvernig Norðurlöndin og þar við með talin díluðum við fyrstu bylgju COVID. Það er á skjön við restina af heiminum. Hér var gríðarleg fjölgun á barnsfæðingum. Já. Það er bara að slá öll með. Annars það ekki. Mesta fjölgun frá upphafi og sjúkrahúsinu Akureyri, fæðingar sko. Já, aldrei verið mestu fæðingar frá upphafi. Þannig að eitthvað er hægt að lesa út úr því kannski, en þetta misjafnt sko. Misjafnt hvað fólk finnir sér til dundur sig einhverjum. Já, ég veit ekki hvernig við hefum að fara að því að meta þetta, akkur þetta fæðið fleiri börn á Norðurlandi en annars staðar sko. Það er svona, það hefur greinilega verið bara ágætis fjölskyldulíf í einangruninni. Já, við skulum vona það. Þetta er vísbending á það allavega. Já, akkurat. En svo hérna, þegar við erum að rifja fréttirnar að það var fyrsta flug Næser til útlanda frá Akureyri í vikunni og hérna Jómfrúarflugið til Kaupmannahafnar og ég myndi var þar að við vorum að mynda og skrásetta þetta allt og gera fréttir og það var gríðarlega mikil spenna í flugstofunni og ég var að segja við kollega mína þegar ég kom þarna innan að það voru eiginlega öll andlit Akureyrar að fara til Kaupmannahafnar. Já, allir hafa ætti að fara í fyrstu ferðinni. Allir að fara og auðvitað miklu meir en bara Akureyringar sko. Og þarna var einmitt fólk að tala sko að það bara vaknaði klukkan 6 og rúlaði flugvöll og tekkaði sig inn og 15 mínútur ekkert mál sko. Dásamlegt. Já. Sumir voru að fara, einn var að fara í franska sendiráðið í Kaupmannahöfn, einn var að heimsækja systur sína í Svíþjóð, einn ætlaði að taka tengjaflug til London og svo voru sumir bara að fara barinn sko. Já. Eða bara að nota tækifærið af því að það gefst. Og talandi um barinn, nú er stærsta fyrsta stóra fríhelgi sumarsins framundan og mikil ferðalög og fullt af ferminga- og veislunáttulög og svo framvegis en hérna einn vinur minn hafði alltaf ágjör af fregnum af því að bjórverð væri að hækka en þú fengir minna. Menn eru farin að servera sko bjórinn það er náttúrulega alltaf að hækka. Já, það er sem sagt í hálflíturglösin eru orðin minni og komin í 0,4. Já, við átti bara eins og rúgbrauð sem þau keyptu var svona, verður svona. Já, akkurat. Það er ekki hægt að velta öll út úr verðlagi, þá bara minnka þeir sko. Já, bara akkurat. Það er bara svoleiðis sko. Kannski búið að skipta út glösum, eða bara Já, ég held að hljóta að vera, menn annars ef þú ætlar að gapa fólk almennilega, þá náttúrulega fer ekki bara sendið þeim, gefið þeim bara hálft. Ég veit það ekki. Ég er hræddur að myndi kvarta við því sko. Ég hugsa það. Þetta er dýrtíðin hún. Já, við erum að horfa upp alveg svakalega dýrtíð í öllu sko. Og erum ekki einu sinni búin að býta úr norðinu með það, þá hefur glettir að Nei, ég meina séð bara bensínið og séð bara bændur og allar framkvæmdir. Fasteignaverðin alveg bara öllu valdi og sko. Svo við endum á jákvæðum nótum áður en við slúttum. Ég las merkilega fregn, hún er austan. Valgeir sjómaður held ég hann heiti. Hann þetta er við Norðfjarðarhöfn. Það var einhver sem kallaði á hann og spurði hvort hann geti bjargað. Það var veturgamall hrútur, var að sökkva í sjónum. Og hann krakaði hann upp og hann hnoðaði í hann lífi. Hann náði hann upp og ég hef aldrei heyrt að sauðfé hafi verið bjargað þannig að það hafi verið hnoðað. Nei, þetta er fínasti sjúkrahúsdóttur sko. Þetta er þetta var stórmerkilegt. Já, þetta er skemmtilegt. Já, þetta var gaman. Það er gott að eiga jákvæðar fréttir. Óvandur afli og hann lífgaði aflan við. Sem er nú ekki algengt borðið bátum. Já, mjög gott. Er þið gott fólk? Ég segi bara njótiði helgarinnar sem framundan er. Takk fyrir, kærlega. Og kærar þakkir fyrir að koma í sófann og spjalla. Já, takk fyrir að bjóða okkur. Og við fáum einhver smá skilaboð og svo höldum við áfram.